Komið sæl, Anna Greta hjá Metageta. Ég ætla að fara örstutt yfir fyrsta hlutann í beta sem langtímaáætlun og hvernig við notum langtímaáætlunina inn í gæðakerfinu. Langtímaáætlun eins og stundum kallað líka innra matsáætlun sem lýsir því hvernig skólinn ætlar að vinna innra mat yfir eitthvað ákveðið tímabil, gjarnan svona 3 til 4 ár. 4 ár mjög algengt. En í Metageta hægt að velja alltaf 5 ár fram í tímann og áætlunin ætlað að tryggja svo samfellu í gæðastarfi og draga úr ómarkvissri gagnaöflun. Og þannig tengist langtímaáætlunin næsta hluta sem gagnaöflunaráætlun og stundum kallað bara innra matsáætlun skólaársins eða matsáætlun, það sem birt gjarnan í starfsáætlun skólanna sem lýsir því hvernig á að vinna innra mat á þessu skólaári. En við förum nánar út í það í næsta myndbandi. Þegar þið eruð inni í beta og farið inn í langtímaáætlun þá birtist hér allir matsþættir sem eru inni í kerfinu og þegar þið opnið í kerfið í fyrsta sinn og þá búið að setja inn svona ráðlaða langtímaáætlun sem þið svo bara breytið og aðlagið að vild og ef þið viljið ekki gera 5 ára áætlun þá bara hakið þið úr þeim áradálki. Ef að þið ætlið ekki að uppfæra langtímaáætlun eins og en það eðlilegt að endurskoða langtímaáætlun alltaf í upphafi hvers skólaárs í lok skólaársins þegar niðurstöður innra mats liggja fyrir og það þarf kannski aðeins að hnika til hvernig við sjáum fyrir okkur innra mat á næsta skólaári. En það allavega mikilvægt að haka í fyrst núverandi skólaár, það skólaár sem í gangi og á að vinna með. Því að það það sem að stýrir svo öllu öðru inn í kerfinu. Eins og hér var búið að velja 4 matsþætti og þá getum við strax séð bara þetta eru matsþættir skólaársins, þetta eru svona geðviðmið og lykilþættir þar undir og svo matstækin sem hægt að nota til þess að mæla og safna gögnum og upplýsingum stöðu þessara þátta. En við fyrir nánar út í það í öðru vídeói. Myndbandi. Ekki meira að segja, gangi ykkur vel að setja inn langtímaáætlun og byrja innra matsferli. Við erum svo alltaf á metageta.is og inn á spjallinu inn á metageta.is. Takk fyrir.